Fundarstjóri, ráðherra, bæjarstjóri og kæru samborgarar. Ég vil nú byrja á því að nýta þetta tækifæri og þakka Reykjanesbæ, forsvarsmönnum Reykjanesbæjar kærlega fyrir að efna til þessa íbúafundar. Ég ætla að byrja á því að sýna ykkur þessa glæru hér, en hér segir að ekkert banaslys hafi orðið á tvöfalda veggaflanum frá því að við hófum að aka hann. Þessi frétt af vef Víkurfrétta og hún rúmlega ársgömul og þarna stendur 15 ár frá 1000 manna borgarafundi. Það nú eitthvað færra hérna en ég hlakka nú til að vita hversu margir eru að fylgjast með á vefnum og eiga Víkurfrétti líka hrós skilið fyrir að streyma þessu beint. Aðeins svona hvaðan við erum að koma, þessi frétt síðan 2008, þarna Kristján L. Möller, þáverandi samgönguráðherra, að klippa og borða áfanga sem þá að vera að ljúka við tvöföldun Reykjanesbrautar og við höfum ekki klippt á fleiri borða síðan. Við höfum ekki farið í framkvæmdir á Reykjanesbrautinni nema sveitarfélagið fór í framkvæmdir við Hringtorg út við Fitjar, en á sama tíma hefur viðhald verið að skornum skammti og menn hafa ákveðið að slökkva á öðrum hvorum ljósástur. 7. júlí, líkt og forseti bæjarstjórnar rakti hér áðan, stofnuðum við Guðbergur Reynisson þennan Facebook-hóp. Það var í kjölfarið af hörmulegu banaslysi sem átti sér stað á vegamótum Reykjanesbrautar og Hafnaafleggjara. Þetta var kornið sem fyllti mælinn. Hérna má sjá hluta af framkvæmdahópnum. Við ákváðum svona í kjölfarið að stofna framkvæmdahóp utan verkefnið. Strax á öðrum degi voru komin hann að tæplega 10.000 manns. Áðan því ég kíkti eru 17.533 aðilar í hópnum. Við bættum við hann að sikkurum 20-30 einstaklingunum við Guðbergur og svona hérna fór þetta af stað og áður vissum að var þetta farið að telja þennan gríðarlega fjölda. Við erum margt ólík í þessum hópi, erum með mismunandi styrkleika og við höfum skipt með okkur verkefnum, bæði formlega og óformlega. Við höfum haft svona misjafnan tíma til að setjast endilega á funda, en við höfum öll tekið okkur stöðu innan hópsins og sinnt gríðarlega mikilvægum verkefnum til að halda þessari baráttu á lofti. Strax í upphafi þá settum við fram tímalínu. Við vildum vera skipulögð, við vildum setja fram markmið og aðgerðaplan. Hvernig við ætlum að ná fram þessum markmiðum sem settum okkur. Og við höfum verið að vinna með svona tímalínur í gegnum allt ferlið. Þegar ein tímalína, þegar henni lýkur, tekum við næsta og svo koll á kolli. Við fórum strax í upphafi í svona ýmsa viðburði. Til að mynda settum við upp þetta skilti. Það var auðvitað fúlasta alvara bak við þetta skilti, en það var líka svona ákveðið stöng til okkur til þess að fá umræðu og umfjöllun í fjölmiðlunum og í samfélaginu. Þarna segir mjög einföld skilaboð, varúð, banaslys hafa orðið á næstu 4 kílómetrum, akið varlega. Árið 2000 lenti ég í bílslysi á Reykjanesbrautinni. Þar var ég í bíl með pabba mínum og sofnaði hann undir stýri og lentum við á bíl með öðrum hjónum. Ég kastaðist út úr bílstólnum og var eina sem lifði af. Stopp, hingað og ekki lengra. Við fórum í þá gríðarlega miklu vinnu að búa til svona myndbönd. Við öll sem búum á Suðurnesjum þekkjum það á eigin skinni að einhver nákominn okkur í okkar eigin fjölskyldu, vinir eða einhver í fjölskyldu vina hafi lent í alvarlegu umferðaróhappi á Reykjanesbraut. Og við fórum í gerð svona myndbanda og þetta hún Sesselja Erna. Hún missti pabba sinn, hún var farþegi í bíl með pabba sínum. Pabbi hennar hét Bensi og það þekktu flestir Bensa. Kraftmikill og vinsæll og hress maður, strákur, ungur kraftmikill maður. Og ef þið þekktu ekki Bensa þá þekktu þeir bróður hans Gunnar Odds knattspyrnumann og hann var mikils metinn í Reykjanesbæ. En það sem var sorglegt við þetta tiltekna slys að það létust 3 einstaklingar, allir úr Reykjanesbæ. Og þetta var kornið sem fyllti mælinn á sínum tíma. Því miður þarf stundum þetta síðasta korn. En
Hvað hefur breyst síðan 2000? Við getum litið á þetta frá mörgum sjónarhornum. Hérna eitt sjónarhorn. Hérna sjáum við á grafi heildarfarþegafjölda sem fer í gegnum flugstöðina. Þetta auðvitað ekki heildarfarþegafjölda sem kemur út úr flugstöðinni í formi ferðamanna og víða ferðast, heldur þetta líka skiptifarþegar. En með auknum straumi ferðamanna, hvort sem að þeir eru að fara bara yfir hafið að koma til landsins, þá þarf aukna þjónustu, aukinn starfsmannafjölda. Við sjáum það, árið 2000 erum við með tæplega 1500.000 ferðamenn sem fer gegnum stöðina. Á þessu ári reiknar Isavia með að fari 8,7 milljónir gegnum flugstöðina. 8,7 milljónir. Á sama tíma hafa íbúum á Suðurnesjum fjölgað gríðarlega og spár fyrir komandi ár eru skuggalegar. En við ákváðum strax að fara í að vinna þetta á málefnalegum grunni. Við ætlum ekki skæruharðnað, við ætlum að ræða við þá sem að ráða. Stjórnmálamennirnir sem eru í því vandasama verki að útdeila gæðum, að útdeila fjármunum, velja og hafna verkefni. Við fórum strax í það að ræða við þessa aðila. Hér erum við eftir fund með innanríkisráðherra og iðnaðar- og viðskiptaráðherra, Ragnheiði Elínu Árnadóttur og Ólöfu Nordal, og þær tóku afskaplega vel á móti okkur. Ólöf Nordal sýndi okkur mikinn áhuga og gerði allt sem í hennar valdi stóð til þess að vinna áfram veg okkar. Blessuð sé minning Ólafar. Við lögðum fyrir ráðherrann minnisblað, þetta brot af minnisblaðinu þar sem við röktum aðeins söguna, hvaðan við erum að koma og hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Það kom mér svolítið á óvart og okkur í hópnum þegar við fórum að vinna í þessu máli, að sá hluti, pælið í þessu, sá hluti Reykjanesbrautar sem ofan Reykjanesbæjar frá Fitjum upp á flugstöð, hann var ekki einu svona langtíma samgönguáætlun. Hann var ekki einu sinni á langtíma samgönguáætlun. Þannig að, en vegkaflinn Hafnarfjarðarmegin var á langtíma samgönguáætlun og var á framkvæmdar tíma árið 2018 og 2019. Mislæg gatnamót 2018 og 2019 var að ljúka tvöföldun. Þannig að við ákveðum gott og vel, þetta á samgönguáætlun Hafnarfjarðarmegin, þannig að við ætlum þá að byrja á því að fókusera á það sem er hér Reykjanesbæjarmegin. Og við lögðum til að við færum strax í bráðabirgðaaðgerðir og myndum setja hringtorg á vegamót Reykjanesbrautar, Aðalgötu, Þjóðbrautar og tengja Hafnaveginn inn í stekk, inn í hringtorgi við Fitjar. Og hitt var það að koma þessum vegkafla inn á samgönguáætlun. Við vildum fá að vera með í röðinni. Við vorum ekki að biðja að fara fremst í röðina. Við sögðum, hey ráðherra, megum við vera með í röðinni? Eðlileg krafa. Finnst ykkur ekki? Ég held að. Á meðan vorum á fundinum þá fjarlægði Vegagerðin skiltið. 3 dögum eftir fund ráðherra kom Vegagerðin og lokaði fyrir vinstri beygju. Virkilega vel að verki staðið. Við áttum fallega stund með bifhjólamönnum og leigubílstjórum. Ráðherra kom og hitt okkur á slysstað og þetta var virkilega falleg athöfn og mikill samhugur í þeim sem mættu við þessa athöfn. Við hittum einnig alla þingmenn kjördæmisins og við boðuðum líka þá fulltrúa þeirra þingflokka sem ekki áttu þá þingmenn í kjördæminu og þá voru það Píratar og Vinstri grænir. Þeir eru núna báðu þessi þingflokkar eiga fulltrúa hér í kjördæminu. Píratar sáu sér ekki fært að koma, en Svandís Svavarsdóttir kom fyrir hönd VG og áttu við mjög góðan fund þarna þar sem að skilaboðin voru mjög skýr eftir fundinn að þingmenn kjördæmisins, sem voru ekki bara þingmenn kjördæmisins, heldur líka höfðu þarna öfluga mannesku í fjárlaganefnd, við vorum með öflugan mann í samgöngunefnd, við vorum með ferðamálaráðherra og forsætisráðherra. Skilaboðin voru mjög skýr til fundinn. Þau ætlu að standa með okkur í þessu verkefni. Við áttum fund með samgöngunefnd þar sem við lögðum fyrir ítarlega greinargerð og okkur var gríðarlega vel tekið þar og í kjölfarið fóru menn að álykta. Allar bæjarstjórnir á Suðurnesjum ályktuðu með okkar málstað. Hérna er Reykjanes Geopark að álykta. Bæjaryfirvöld í Sandgerði vilja tvöföldun Reykjanesbæjar í forgang. Ekki verður búið við óbreytt ástand vegarins öllu lengur. Þetta segja garðmenn, frábær bókun hjá Reykjanesbæ og þetta gaf okkur vigt. Þetta kom inn, við náðum þessu öllu inn á samgönguáætlun. En á þessum tíma að þá vorum við að detta í kosningar og eins og gerist sama hvaða flokkur í stjórn og stjórnarandstöðu að þá fara menn rétt fyrir þinglok að mynda sér stöðu. Menn ákváðu þarna að ræða óeðlilega mikið samgönguáætlun til þess að mynda sér stöðu innan þingsins rétt fyrir kosningar við þinglok. Hér til dæmis var þrusur ræða hjá Páli Val, þáverandi þingmanni Bjartar framtíðar. Það var ekki einn þingmaður í salnum. Hún var góð samt.
þetta var mjög algengt. Við Guðbergur sátum fastir að bíða eftir að þetta myndi klára svo þetta geti að gengið til atkvæðagreiðslu. Þetta var mjög algengt. Það var eitthvað að ræða málin inn á skrifstofu forseta þingsins. Svo fór ég í viðtali á Víkurfréttum fyrir hönd hópsins að tala samstöðuna. Þarna var þetta komið inn á samgönguáætlun. Og það sýnir okkur í þessu máli núna og í kringum aldamót að þegar við á Suðurnesjum stöndum saman, ekki svo oft sem að það gerist, spurning hvort að Njarðvíkingar fara að halda mig Keflavík í körfunni núna, en þegar við stöndum saman að þá stoppar okkur ekkert, ekki neitt. Samgönguáætlunin samþykkt, ríkið leggir til 300 milljónir í bráðabirgðaaðgerðir, Reykjanesbær hefur samþykkt fjármuni fyrir sitt leyti innan úr bæjarráði og Isavia hefur líka ákveðið að taka þátt í þessum framkvæmdum, ef við skilum rétt. En á sama tíma voru á lendi þessu. Á sama tíma og við vorum að vinna ötullega að framgangi þessa máls, að þá þurfti fólk að láta lífið í umferðinni og þessum vegköflum sem við vorum að tala um. Við fengum svo viðurkenningu, hópurinn, 17.500 manna hópur, fekk viðurkenningu frá Víkurfréttum sem menn ársins 2016. Þó að við 4 séum þarna á myndinni þá erum við að taka á móti viðurkenningunni fyrir allan hópinn. Þarna, ég man mjög vel eftir þessu, við vorum ótrúlega stolt og glöð fyrir hönd hópsins, fór vel á með okkur og ritstjóra Víkurfrétta, það var mikið hlegið og gleði. Þegar ég kem heim, að þá þetta fréttin. Sama dag. Ung stúlka lét lífið á Grindavíkurvegi. Sama dag. Svona er veruleikinn. Hann hittir mann, slær mann utanundi með ískaldri tusku. Banaslys á Reykjanesbraut. Alvarlegt bílslys á Reykjanesbraut. Brautin lokuð á þriðju klukkustund. Banaslys á Grindavíkurveginn Íverið. Af hverju er ég nefna Grindavíkurveginn? Mér fannst eðlilegt að ég sem fulltrúi þessa hóps myndi engu að síður ræða líka Grindavíkurveginn. Við á Suðurnesjum lítum á okkur sem eitt atvinnusvæði. Við lítum á okkur sem eitt menntasvæði. Mér ber að skylda til þess að nefna Grindavíkurveginn hér sem fyrrverandi nemandi Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Ég átti frábæra vini þar í skólanum sem að ferðust þennan veg fram og tilbaka hverjum einasta degi til að sækja sér menntun. Mér finnst eðlilegt að ég ræði þetta hér fyrir starfsfólki sem ég er með í vinnu sem býr í Grindavík og þarf að fara af flugstöðinni á hverjum einasta morgni. Mér ber að skylda til þess að segja það hér fyrir samborgara mína hér í Reykjanesbæ sem að vinna í Grindavík af Bláa lóninu að nefna þennan veg. Þetta er eitt atvinnusvæði, þetta er eitt menntasvæði. Við erum eitt þó svo að við séum með sikkur á stjórnsýsluna. Við hittum nýverið forsvarsmenn Isavia, þó að Isavia kom ekki beint að þessum málum að þá situr forstjóri Isavia í samgönguráði sem að gerir tillögu að samgönguáætlun sem að leggur fyrir ráðherra og við vildum að heyra þeirra skilaboð. Skilaboðin þeirra eru skýr, þau standa með okkur. Þetta skiptir þá auðvitað máli. Við hittum Jón Gunnarsson, nýjan samgönguráðherra á dögunum, við áttum svakalega góðan fund með honum, fórum yfir stöðuna, það er auðvitað ekkert nýtt sem hefur gerst, við höfum náð gríðarlegum árangri, en nú er okkar vinna og mál að þrýsta á yfirvöld að flýta þeim aðgerðum sem að eftir eru. Og við verðum að hrósa því sem vel er gert. Núverandi ráðherra flýtti gerð mislægra gatnamóta við Krýsuvíkurveg 1 ár og var tekin skóflustunga við það verk í dag. En betur má ef duga skal. Við erum núna hópurinn að horfa á Hafnarfjarðarmegin. Þegar við fáum þessi hringtorg sem að koma seinni hluta þessa árs og tengingin við Fitjar á næsta ári, þá sjálfkrafa lækkar umferðarhraðinn og umferðaröryggi eykst. Við verðum auðvitað að við getum ekki étið fílinn í einum bita. Þannig að við erum núna að horfa á þann vegkafla og við erum og skilaboðin okkar til ráðherra voru skýr. Ég veit að ráðherra mun örugglega fara yfir þetta vel á eftir. En þetta var svo fréttin nokkrum dögum seinna, ekki ráðist í framkvæmdir á brautinni fyrr en 2019 segir vegamálastjóri. Þetta er auðvitað ekki vilji vegamálastjóra, þetta snýr að fjármagni, þetta snýr að peningum, þetta snýr alltaf peningum. Þetta er frétt sem í kjölfar á stofnun okkar hóps, þá var G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi í Vegagerðinni inntur eftir því og spurður að því hvað kosti að klára tvöföldunina. Vegagerðin segir 10 milljarðar. Sem er ekki stóri peningar í stóru myndinni.
En mér finnst líka eðlilegt hér að því að ég veit að það verður rætt hér í pallborðið eftir og ráðherra mun örugglega fara að ræða það hérna varðandi vegtolla. Mér langar að vera alveg skýr. Þetta gamans, ég skal gefa ráðherra það eftir. Já, hérna frá 1970, fekk það hérna frá Kela safnara, Kela grallara sem hérna í salnum. Þetta hérna frá því að við vorum síðast með hérna innheimtu. Þetta frá 1970. Og ég get gefið ráðherra eitt mið á eftir. En það ekki við sem erum í stoppofnum erum áhugamenn bættar samgöngur í okkar nær umhverfi. Við erum ekki að segja hvernig eigi að fjármagna það. Það ekki okkar mál. Við getum öll haft persónulega skoðunar á því hvort að vegtollar eða veggjöld séu málið eða ekki, með eða móti. Við getum líka haft persónulega skoðunar á því hvort að Isavia koma uppbyggingu þessa samgöngumannvirkis. Við getum líka haft skoðunar á því sem einstaklingar hvort að fjármunir sem hafa orðið til við sölu eigna á varnarliðssvæðinu eiga að nýtast til uppbyggingar á þessum vegkafla. En það ekki okkar sem hóps að benda á það. Okkar sem hóps að benda á hér þarf að gera betur. Og það það sem við erum að gera. Ekkert banaslys á Reykjanesbraut frá tvöföldun. Ekkert. Og ég vil svona að lokum skilja eftir eina spurningu til ráðherra. Spurning mín þessi. Búið að hanna tvöföldun Reykjanesbrautar frá Fitjum upp á flugstöð? Ef ekki, hvenær hyggst ráðherra fara í að láta framkvæma þá hönnun? Af hverju spyr ég að því? Fyrirstaðan núna eru fjármunir og fjármagn. Okay? Þegar við erum búin að tryggja fjármun og fjármagn, ætlum við þá að fara að bíða eftir því að þegar búið að hanna. Setjum fókusinn strax á það að hanna. Við erum undirbúin, við erum búin að skipuleggja, sveitarfélagið, sveitarstjórnirnar. Við erum tilbúin þegar fjármunirnir eru til staðar. 5 banaslys á 7 mánuðum. 5 banaslys á 7 mánuðum. Takk fyrir.